Já, gott kvöld. Dömur og herrar, velkomin aftur á skjáinn til okkar. Það er að hefjast nýtt keppnistímabil hjá GTSI. Við byrjum með opnu deildina núna klukkan 9. Það eru 5 mínútur í tímatökur og já, bara metmæting, Jói. Hvernig líst þér á þetta? Heldur betur, mér líst vel á þetta. Það stefnir í frábært tímabil. Yes, við erum komið fullt lobby, þannig að já, það er 1 pláss laust, reyndar, sé ég. Þannig að já, hver verður fyrstur bara til að taka þátt? Þetta er þannig hjá okkur í opnu að bara fyrstur kemur, fyrstur fær að vera með í opnu. Og já, þetta er spennandi tíma frá þetta. Heldur betur. Kannski fá þá sem eru komnir inn í útsendinguna að láta okkur vita hvernig hljóðið er. Þurfa að hækka, lækka í okkur eða öðru konum okkar eða í bílunum eða hvernig það er. Við vorum í smá vesinni með mikrofónu hjá mér áðan. Það gæti verið að sé eitthvað smá imbalans. Þeir láta ykkur við það. Sjáum Agnar er mættur, Ástaldur mættur, Billy Mega. Mér sýnist síðasta slotti hafa verið að lokast núna. Það er einhver að joina hérna, Sæmi. Heldur betur mörg ný nöfn líka. Gaman að sjá hvað samfélagið er að stækka ört. Þrátt fyrir að fólk er að hætta eins og gerist oft eða taka sér pásur að þá fyllast bara slottin jafnóðum. Ný og gömul nöfn á braut í dag. Já. Við erum að fylgjast þetta með Binna og Deka, það er nýr ökumaður hjá okkur. Metnaður í liveríum hjá mönnum í dag. Já, heldur betur. Annað með það. Er Agnar komin hérna með mætti lækka í okkur eða hækka í leiknum? Við sjá. Þá bara setjum við hljóðið aðeins yfir á leikinn. Fór tvö strik yfir í leikinn. Kannski þetta orðið betra núna. Það er spurning hérna hvort við fáum view á keppendurna, þannig að fólk geti byrjað að huga að spám. Já, með tímana. Já, ég var svona pínu að gera þetta viljandi. Okay. Við getum líka að láta þetta koma okkur á. Já, það er komin tímar hérna. Þá sér fólk hérna kannski sum kulnöfn, sum glæný nöfn. Já, þá sér maður náttúrulega hverjum er hlust í tímuna. Já, það er líka alltaf, þetta er fyrsta keppnin. Þetta er fyrsta keppnin. Þetta er erfitt að reyna að rekna það út svona í fyrsta holli. Já, þetta betur. En ánum við störtum þetta, þá ætla ég að fara í gegnum sponsana hjá opnudeildinni. Það eru nokkru diggir sponsorar. Game TV var að bætast í hópinn. Risastór sponsor. Var að detta inn núna rétt fyrir tímabilið. Við myndum streyma úrvalsdeildinni á miðvikudögum frá Arena í Kópavogi. Þannig að það er bara frábær samstarfsaðili sem við fengum við liðna okkur. Svo erum við með Autocenter, þeir eru með alla verðlaunagripi í öllum deildum. Og svo erum við með 2 sponsora sem að veita verðlaun í opnu þar að auki. Það er Kaldi, þeir gefa verðlaun til efstu 3 og svo Gullfiskur, það er glænýr sponsor. Já, sponsað af One Iceland. Það er harðfiskurinn góði sem þið kannski kannist við í gulupókanum. Þannig já. Maður ætti kannski að fara hérna næla sér í harðfiskpóka svona fyrir keppnir til að narti. Jói, hvað segir þið það? Já, harðfiskur er náttúrulega klassík, sko. Algjör klassík. Það er fátt betra en harðfiskur og góð smjörbiti. Nú fer nú að líða að þessu. Ég hækkaði aftur aðeins í leiknum. Ég var að skoða útsendinguna. Herðum aðeins of mikið í leiknum á móti okkur. Þannig að ég fór 1 strik tilbaka. Ég láta okkur vita ef þetta er ekki bara flott svona. Það er allavega ekki búin að segja neitt, þannig að... Nei. Svo getum við fiktað í þessu alla keppnina og allt saman. En ef við þá ekki að henda bara hérna túmín warning á þetta
Jú, ég held að það sé bara komið tími til þess. Yes. Ég er klár með lyklaborð hérna og ríflega taka hana og allan pakkan. En ég held að þetta verði helviti skemmtilega keppnir hérna grúp 4 á Autobólis. Þetta tæknileg braut, þetta verði mikið baráttur. Já, ég held að líka, það voru kannski einhverjir hérna sem voru að fylgjast með Nordic Masters í vor. Já. Þar tókum við einmitt grúp 3 á Autobólis og þetta er rosalega reisi braut og já, það er erfitt að mastera hana en það er hægt að það er mjög spennandi kapastur, þetta keyra mjög close á þeirri braut. Heldur betur. Og hún er, ég var nú á vikunni, ég var ekki mjög vongóður með þetta fyrst, en svo var það bara mjög skemmtilegt. Þessum æfingarreisi sem maður hefur tekið vana, þetta svona býður upp á close racing. Einmitt. Ég var líka svona smá efins fyrst sko, en svo eftir þess að maður keyrir hana meira og meira, þá, já, grows on you, er það ekki eitthvað hugtak? Já. Á einhverju tungumáli. En svo er alveg lúmst erfitt að taka fram úr hérna. Þó að sé mikið að beygjum og mismunandi beygjum. Já, brautin er alveg tiltölulega breið sko. Já. Enda, já, virtual braut í heimi Gran Turismo. En nú er klukkan hreinlega bara orðin, þannig að við segjum bara... Við settum reyndar 2-minute warning 1 mínútu í, þannig að gefum við 1 mínútu. Ok. Við þurfum að passa að vera ekki of seint á áferðinni. Það er rétt. Önnur deildin er náttúrulega núna strax á eftir. Já, hún byrjar korter yfir 10. Byrjum streymið bara, já, strax í kjölfarið á þessu streymi. Yes. Svona back to back. Fyrsta skipti sem við erum að gera svona back to back. Já, við tver. Þetta verður spennandi, Jói. Já, Maggi og Dóttir náttúrulega hafa tekið opnu og aðra deild með stæl síðustu ár. Heldur betur. Já, og testu stúdíóið í Arena í síðustu keppnunum á síðasta tímabili. Já. Þannig að þeir vera sjóðheitir á miðvikudaginn. Heldur betur. Það var nú 21:01, þannig að þá er bara ekkert annað í stöðunni en að bara byrja þetta. Yes, sir. Erst þú til í það? Ég er heldur betur til í það. Starta vetrartímabilinu. Let's go. Og er niðurtalningin hafin. Hver verður nú fyrstur út úr pit? Það er góð spurning. Þeir eru allan að heppni með veður. Hérna getur ringt. Þannig að í keppnum eftir þá gætu við lent í smá rigningu. Heldur betur. Þótt að það gerist oftar, það er nú oftar þurrt heldur en rigning. Þannig að einfaldlega bara því að það eru fleiri þurr veðurslott en nú eru keppendurnir komnir út á braut. Og margir í fyrsta skipti, þetta er langa pásu, gaman að sjá gömul og ný andlit. Heldur betur. Þá maður sjáu nú ekki beint andlit af þeim. Nú, þarna er bara eitthvað krass í strax í fyrstu beygju. Syns Guðmundur Orri hafa farið aðeins og vítt þarna. Guðmundur Orri, er það Mr. Go? Það er Mr. Go, það er Guðmundur Orri. Ég þekki hann úr rallinu, en hann keppti úrvalsdeildinni hérna á sínum tíma. Það var engin annar en Johnny B hérna sem náði fyrstur á braut. Binni skrambinn strax á eftir. En menn verða náttúrulega að passa að gefa sér pláss. Það getur verið dýrt að ná næsta manni. Já, það er rétt. Svo varum við nýlega hérna fréttamann. Nýlega, ekki nýlega, hann hefur nú verið svolítið að æfa með okkur og verið svona með annan fótinn með okkur. En ég held að þetta sé, hann tók þátt í sumarmótorröðinu. Ég held að hann hafi tekið þátt í eins og einni keppni í fyrra eða eitthvað. Ég man þetta ekki alveg. Já. En hann allavega mættur á braut. Svo erum við með Heimi hérna. Það eru nú tveir hérna, Hilmar og Deka. Þeir eru hérna. Þetta er vel latt, passa að gefa sér pláss.
Svo erum við Hilmar á Heimi hérna, kraftið feðgana. Nú er Jón að hefja sinn hring. Það ekki bara að skella okkur ból með honum og... Ég held að það er fyrsti heiti hringur tímabilsins hafinn í opnudeildinni. Það er Jón B. sem við sýnumst í ból með. Á Ölfunni vinsæll bíll þessari keppni. Já. Hann verðist vera valið hjá mörgum. Skrika smá hana. Þú beigð þrjú. Yes. Þetta eru hvað? Þetta eru Outlapp og 4 hringir sem menn á? Já, alltaf ekki. Já, svona flestir allavega. Ef ekkert klikkar. Já, það er þetta sagt. Það er komin alveg aðra grúa fólk hérna í chati. Nokkru konur með spá. Billi að venju með sína iconic spá. Jón B. fyrsti, Binni og Sveinn í tímatökunni. Já. Það er allavega engin kommenta á hljóðið aftur. Enga fréttir eru góða fréttir. Það held ég. En hver er þín spá? Já, fyrir tímatöku eða keppni þá. Bara bæði, ekki bæði betra. Jú, heyrðu, ég ætla að segja að Binni taki þetta. Já. Ég ætla bara að halda þið fram. Hann er alltaf maður með reynslu. Hann er maður með reynslu. Ég segi síðan að Jón B. komi annar þar fastur á hæla hans. Og svo spái ég því að ég ætla að setja Heimi í þriða. Johnny fór 54 og 798. Binni fór 55 8. Gunnar hoppar upp fyrir Binna. Nafni Heimir setur fastett lapp 54 og 6. Deka setti 58 1. Hilmar hérna komið í línuna 201. Örn Erlings 57 6. Hilmar dottinn hérna niður. Sveinn 55 9. Það er vel gert. Deka aftur. Það eru það voru 2 hann að hlið við hlið á leiðinni yfir línuna, sýndi mér. Það er ekki hraðasta leiðin í tímatöku. Nei. Það er svolítið að nota common sense og gefa hverju öðrum pláss. Já. Það er nóg pláss að þessari braut. Heldur betur. 2 mínútna hringur. Já. Aron 204. Dotti skellti sér á braut. Ok. Dotti er að taka sér svona smá break frá keppni í úrvalsdeildinni. 208. Hann hlýtur nú að eiga eitthvað inni á þessu hring, heldur það ekki? Já, það hlýtur nú að vera. Jæja, hvað eru hinni strákarnir að gera hérna? Jón B. fremstur. Sjáum hvort hann á að skeika honum Heimi. Það er ekki mikið á milli þeirra. Það er rétt yfir 10 sekundu. Svo sekunda þar niður í Gunnar. Já. Þannig að þetta er spurning hvort þetta verði gömlu kempurnar og kannski nýju andlitin. Já. Það eftir að koma í ljós. Jón B. bæti sig ekki. Nei. Þó ekki langt frá því. Hver á eftir honum? Binni. Hann bætti sig. Komin upp í þriðja. Fer hann nálgast á. Gunnar bætti sig líka. Og þá var það Heimir sem var þar á undan, eða ekki? Jú. Hann bætti sig ekki. Það var svo erfitt að finna hvar menn eru á braut. Deka bætti sig ekki. Sæmi stopp hérna á braut. Örn Erlings bætti sig smá fyrir upp í 7. sæti. Svo er Ragnar náttúrulega hérna með puttan á púlsinum. Minnir okkur á að henda like á streymi. Ég er að pæli að gera það hérna á spjaldtölunni líka hjá mér. Já. Það þarf að skella í eitt svoleiðis. Það ekki, það er yfir 30 sem eru að horfa. Já.
Það er frábært. Erum við þá ekki að tala um 30 plus like? Já, og 30, já, svona það er kannski einhverju búin að subscribe á. Aron bætir sig. Einhvern tíma náðu við fleiri likeum heldur en views. Já. Er það ekki bara svona til lámar? Nákvæmlega, Dotti bætir sig. Ok. Hann náði sér upp í 8. Dotti komin upp í 8. Dotti er náttúrulega úrvalsleita maður, þannig að hann segir svolítið hraðan á mönnum hérna líka í kvöld. Já, algjörlega. Þetta eru flotti tímar sem við erum að setja hérna. Já, Heimir með 1.54 Það er mjög fínt tími. Nú er Jón B hérna að koma aftur að línunni. Við erum að taka síðasta hlikinn hérna inn á ráskaflan. Hann er helviti trikki, maður þarf að ná honum vel til þess að ná góðu rönnin á beinleikaflanum. Bætir sig ekki. Binni skrambiðinn. Bætir sig ekki. Gunnar, hann bætir sig aftur. Færir sig nær, Binna. Nú er aðeins styttra á milli þeirra hérna. Það eru bara hérna 0, 2, 3 ár hérna á milli efstu 4. Það er nokkuð jafnt svona milli ökumannar hérna í topp 8. Já. 1, 2, 10. Það hoppar þetta aldrei á bílinn sem maður ætlar að finna. Nei, þetta er svona ákveðin galli í Gran Turismo. Þetta er mjög næs í keppni, en í tímatöku þá riðlist þetta alltaf því að menn eru náttúrulega út um allt á braut og maður getur bara flakka á milli manna í þeirri röð sem þeir eru á braut. Já. Og Sæmi og Ólafur hérna, nekk í nekk. Það er bara komið keppni hérna á brautinni. Já. Mér finnst hann Jón B, hann er ekki að bæta sig, þannig að það er 1 hringur í viðbót sem hann hefur. Sæmi slæðir af. Það fer út af. Nú þarf hann bara að hlaða upp í 1 góðan hring. Nei, hann nærði ekki. Nú voru menn bara á sínum síðasta hring. Dimmi hérna var að senda mér enga skilaboð. Var að spyrja hvort þá gætir fært mækinn lengra frá munnunum að þér. Já. Það var að finna fyrir svona munnvatni í gegnum skjáðin. Það er ekki. Já. Það er gott að fá svona ábendingar. Algjörlega. Sjáum Jón B er hérna að hefja sinn síðasta hring. Réttnær yfir línuna. Mér sýnist Binni þá líka rétt yfir línuna. Og Binni bætir sig. Hoppar upp fyrir Jón. Heldur betur. Gunnar bætir sig aftur. Já, nafni að koma sterkur inn. Í sinni fyrstu keppni að ég held. Já. Já, hann tók þátt í hérna sumarmótaröðinni núna í formúlukeppni allavega. Já, ok. Á fyrstu keppni í deildinni kannski. Já, ég held að þetta sé nefnilega fyrsta keppni. Dekka bætir sig ekki. Ég held að Heimir hafi verið að bæta sig, hann var aðeins fjarlægast. Hann bætir sig ekki. Stugó bætir sig ekki. Hver er að koma hana í síðustu beigurnar? Ólafur. Sýnist hann ekki fara að bæta sig úr þessu. Tók smá skanna saman. Nei. Það þarf að finna hérna hver er að koma hann í gegn. Það er hann Gretar. Gretar bætir sig. Já. Aron bætir sig, 58.7, hoppar upp í 11. Binni er komin í pit, þannig að hann situr ekki hraðar í tíma. Dotti bætir sig ekki. Það þarf ekki bara Jón B hérna. Það er Jón B. Það er Jón B, Gunnar. Sérðu hver er þarna fyrir aftan Gunnar? Sé það ekki, mér sýnist Jón B ekki vera að bæta sig. Nei. Það er Gunnar. nafni að koma yfir línuna. Þetta er Heimir.
Bætir sig ekki. Það var nú svo sem komið með pólinn. Já, komum með pólinn. Þá vitum við það er Heimir með fyrsta pól í opnudildinni og fyrsta pól á nýju keppnistímabili. Já. GTC. Eitt mjög töff sem ég var að taka eftir að bílum hans Svenna. Hann er með íslenska númeruplötu þarna framan á, bara Upsilon E360 sýndur mér. Já. Það er svona heldur gúl. Aron er líka með númerplötu. Já, stendur Já. þetta Aron. En það er spurning hvað heimplatan þýðir. Heldur betur. Herra, þá viljum við taka mynd af niðurstöðunni. Heldur betur. Ég ætla að henda í restart texta hérna. Sure. Ég vil bara segja 21 19 18. Það er kannski hérna stillum upp lobbyinu, maður veit aldrei hvað gerist þegar maður er að stilla upp lobbyinu. En já, Arnar er að velta sig fyrir hverjir Mr. Go og Deka eru. Mr. Go, hann er svona gömul kempa í, já, bara hermi kappakstur senun á Íslandi. Hann er búinn að keppa í alls konar sviðum. Ég kynntist honum fyrst í gegnum Skítugt rally á Facebook. Svona hermi rally, þið getið tjekkað á því ef þið hafið áhuga. Svo er Deka nýr ökumaður, að ég held. Já, mér sýndist á Facebook að hann heiti David Deka. Já, David Deka. Herra, og við viljum ríkstarta þessu tvisvar að það ekki. Jú. Ætlum við að fá rigningu? Ertu búinn að dansa rigningandansi? Nei. Nei. Bara heiðskýr bara heiminn. Ólega flættist tungan á mér hana. Það er bara heiður skýr. En það getur allt gerst í sjálfri keppninni. Heldur betur. Þá hendi ég restart 21-19. Sös. Nú vantar bara nokkra í enter. Kannski hendi allir enter. Já. Það er klassískt. Það var búin að. Þarna Agnar kom með spá rigning á 10. hring. Það væri nú eitthvað. Já. Hilli Billi er að dansa rigningardansinn. Já, ég held að það sé önnur staðröð með Deka. Ég held að hann sé fyrsti, hvað maður að segja, erlendi ökuþórinn. Já. Búsettur á Íslandi. Alveg átt. Allavega sem að ég man eftir, þetta samfélag er nú búin að vera í gangi náttúrulega fyrir okkar tíð svo sem, þannig að maður veit ekki allt. Nei. Nú vantar bara heimi á braut. Svo getur svo sem að resta upp á meðan. Já, þú bara segir til ef þú vilt eitthvað að ég lesi það upp. Ertu með þetta að segja það? Það var ekki ágætt. Já. Ég er bara klár. Heyrðu, það er Heimir, Binni, Jón B. Þeir eru top 3. Jón B. Gunnar, Mr. Go. Gunnar, Mr. Go. Go í 5. Sveinn í 7. Yes. Deka í 7. Dotti er svo 8. Okay. Erlings 9. Sæmi er svo 10. Aron 11. Yes. Grétar 12. Og svo Hilmar og Ólafur. Okay. Þá þurfum við bara að setja svo ég byrjaði að ræða upp áður en að Heimir var komin á braut, þannig að setja hann fremst. Þannig að við erum með Heimir, Binni, Jón B, Gunnar, Mr. Go, Svenni,
Sveinn Arnarsson, Dega, Dotti, Örn Erlings, Sæmi, Aron, Gretar, Hilmar og Ólafur. Yes, það stemmir. Þetta er Það gott. stemmir held ég. Við erum með rolling start. Já, þetta er allt flott. Það er ekki. Yes sir. Erum við það ekki bara hérna klassíska good luck og let's have a clean race. Ég held það. Þá störtum við fyrstu keppni tímabilsins. Til í þetta. Ég skelli mér hérna á svona, rolling start, alltaf að vera á öðru manni hérna. Það var að binna. Hvað gerist þarna? Já, ég er ekki alveg hérna. Þetta var eitthvað skrítið. Eitthvað glitch í lobbyinu. Já, ég held að við þurfum að resetta þetta. Já, Ég held að sammála því. það var eitthvað komin að það lengst á undan. Já, Heimir var bara komin 4 sekundum á undan bara í startinu. Já. Það gengur ekki. Nei. Þetta lobby er orðið svo fullt, þetta er farið að valda alls konar vandræðum hjá okkur. Já. Og svo náttúrulega mælum við með því að menn noti hérna noti snúrukabal ef þeir geta. Já. Þannig að menn er að tínast inn í lobby aftur. Það eru 6 eftir þetta braut. Þetta hefur nú ekki verið sanngjarnt. En ég veit að Jón B. er hérna, hann er í VR. Já, meinar. Svo finnst að ég hérna, reyna að senda á hann message. Ég skal senda það. Já, ég held að ég er búinn að sjá það. Nei, já, hana. Það verður bara Ólafur. Ég skal senda hann. Hann er að sjá þetta. En að sjá það, ok. Þarna, Svona. right. Ég held að röðin ætti að haldast inni. En við skulum samt ekki fara yfir hana. Já, tjekkum hann. Ég ætla hérna að double checka þetta með þér. Og það er náttúrulega mandatory hard deck. Þó að það rigni. Já. Heldur betur, ég segi bara restart 21, 25. Hvað segir ég, að fara yfir röðina? Það vant að dekka og sæma á braut. Það var þetta komið. Já. Rétt. Þannig við getum svo sem farið yfir. Það er Heimir, Binni, Jón B. Við kannski býðum bara eftir að það er endri. Já, ég held það. Við erum ekki að flækja málin. Það vantar bara að dekka. Það er bara að taka. Þarna er komið. Við erum þá með Heimir í fyrsta, Binna í öðru, Jón B í þriðja, Gunnar í fjórða, Mr. Go, Guðmundur segirðu. Já, Guðmundur
5. Svenni í 7. Dega í 7. Dotti í 8. Örn Erlings í 9. Sæmi í 10. Aron í 11. Gretar í 12. Hilmar í 13. og Ólafur í 14. Yes, það passar. Yes. Það er ekki bara að prófa þetta aftur eftir nokkra sekúndur. Það held ég. Það er við, já. Og svo, fyrir mjög steinsum, það er Heimir, Binni, Jón B, Gunnar, Guðmundur, Svenni, Dega, Dotti, Örn, Sæmi, Aron, Gretar, Hilmar og Ólafur. Yes, stemmir. Yes. Það var 1 mínúti í þetta. Ég nefnilega fór yfir þetta í lobbyinu og svo kíkti ég í hérna Great Order. Það vissi að hafa þetta rétt þar. Já. Það er rétt. Nei, þá séum við bara aftur good luck. Yes. Keyrum þetta í gang. Vonum að þetta glitch gerist ekki aftur. Já. Skal ég tjekka á einu. Jú, custom veður er ennþá. Bara tekið eftir því, eins og stundum þá dettur það yfir á preset veður. Ég veit ekki af hverju það gerist. Ok. Það var einhverju draugar laumast inn í leikinn í sumar. Sjáum. Þetta virðist vera betra núna. Ég get flakkað svona eðlilega í gegnum menn allavega. Ok. En þá erum við tilbúinir að hefja fyrstu keppni tímabilsins. Í opnudeildinni smekkfullt lobby, Heimir og Pól, Binni í öðru, Jón B í 3. Og við rúlum af stað. Þetta er eðlilegra. Þetta er aðeins eðlilegra. Mér kemur hérna fá eitthvað action í fyrstu beygju. Það er spurning. Það er með smá bil á milli manna í rolling. Það fer nú bara sæmilega af stað hjá þeim. Það er að segja. Bara mjög clean. Já. Mjög clean. Sæmi missir aðeins fartið út í fyrstu beygju. Við skulum halda okkur hérna á topnum. Mr. Góa stinga sér hérna inn á Gunnar. Það fara hlið við liðina. Gunnar heldur þessu. Tekur út af hérna. Binni komur hérna. Aðeins að sína sig í speglunum hjá Heimi. Gunnar er líka með númeraplötu eins og Jón og Aron. Já. Þetta er B6 Special. B6 Special. Gunnar fer aðeins út af. Gunnar fyrir vítt. Það gefur Guðmundur tækifæri. Og Svenni fer missir sítur og aðeins. Já, svo er Binni komin í fórustunni hérna á topnum. Nei, mistu að því. Mistum að því. Herra, ég er búinn að setja replay marker, þannig að við getum skoðað það eftir. Þetta var mjög flott move hjá honum inn í 10. beygju. Í hárnála beygina. Svenni hérna inn á Dega. Það fara hlið við liðina. Vel gert þeim. Dega heldur þessu. Þetta er mjög clean akstur, byrja mjög vel. Tímabil byrja mjög vel, mjög clean. En eins og þið kannski getið gískað þá er svona alls konar level í opnu deildinni. En þetta er líka deildin þar sem maður lærir. Já. Skoðum hérna, höldum okkur við toppinn. Binni er, að stinga af. Já. En það er ekki furða, hann er á medium dekkjum. Menn Heimir er á hörðum. Ég kannski rúlla bara í gegnum dekkin hérna. Jón B er á hörðum. Guðmundur er á medium. Nafni Gunnar á hörðum. Dega hörðum. Og Svenni á hörðum. Dotti á hörðum. Örn medium. Sæmi medium. Gretar hörðum. Já, og rest á hörðum. Nei, Sæmi fyrir vítt. Út af. Nei. Hvað var það? Hver var það sem kom handa eftir honum? Sá það ekki nógu vel. Nei, en ég held að það hafi ghostað þarna bara akkurat í tæka tíð. Nei, kíkjum á replayið hérna á honum Binna. Já, kemur innan á hann fyrir herpinbeginum og setni. Mjög clean gert. Billi komið í 1,3.
Jón B. að sína sér í speglinum hjá Heimi. Já, þetta er Veistu svona hvað farið var að þar? hitna. Þetta er farið að hitna fyrir aftur að binna. Það er spurning hvort hann græði ekki á þessu. Koma sér í svona hreint loft. Svo er hérna barátta á milli Deka og Svenna. Já, þeir eru þarna 4 alveg í hnapp. Já. Dotti og Örn þarna með þeim líka. Þetta er svona, já, Lamborghiniar í samloku. Já. Þetta er svo skemmtileg braut að þetta taka svo margar mismunandi línur hérna. Já. En eins og að segja, heyrðu, mér sýnist Guðmundur hafa gert mistök. Hann er hérna með skemmta framaverðinu og lá utan í vegg. Ég veit ekki hvort þú næri þessu í langa replayinu. Við náðum restina af þessu. Við sést alveg ná fram á sér. En náðum við reiknum. Já, við náðum reiknum. Það var rosalega þú með flotta reik hjá þér. Ég sé ekki svona reik. Já, það ekki. Nei. Ég er með betri tölvu. Já, grunlega. Binni á fjólblöðum. Já, Binni er bara svona næstu í stungin af. Já, hann er á medium og Heimir er á hörðum, þannig að það kannski útskýrði það. Eins og nú þarf Binni bara að nýta þessi mediumdekk og búa til gott bíl. Af því að Heimir þarf síðan að vinna þetta bíl upp og eftir. Heldur betur. En í opnu þá byrja menn einmitt með 50% bensín á tanknum, þannig að menn neyðast til að taka 1 stopp. Það svona færir smá strategíu inn í annars stutt reis. Já. Menn geta valið að byrja á öðru hvorum dekkunum. Já, jafnvel fara á soft. Já, ég býst við þetta verði svona 10 hringir á medium og 6 á hard. Já. Það er kannski ekkert að græða að henda sér á soft, þau endast svo stutt. Já, þau eru bara góð í kannski 2 hringi max. Já. Svo er það bara jafnpröð og hérna medium dekkin, en svo nefnilega verður það hægari sko. Nákvæmlega, við höldum bara að fylgjast með hérna baráttunum annað sæti. Jón B. og Heimir. Já, hvort er, ef að Jón B. nær honum, þá er spáin mín rétt. Já, herri, ég hef nú ekki búin að gefa spjá. Ég verð náttúrulega að spá honum Jóni mínum í fyrsta. Já, þú ert náttúrulega kolólulegur að spá hérna á 3. hring, sko. En ég ætla nú samt að spá 3. sætinu í fyrsta sæti. Já, það er gaman. Það er alltaf gaman að Já. smá endurtók. Svo ætla ég að spá Binna í 3. og Heimir í öðru. Ok. Þeir eru svolítið að stinga af þessi top 3. Já, koma 6 sekundur niður í Gunnar og svona. Jón B. hérna með fjólubláan á hörðudekkjum. Fjólubláan fyrsta sektor. Fyrsti sektor er náttúrulega bara ein beygja, þannig að ef maður næri henni mjög vel, þá getur maður grætt rosalega tíma á henni, en maður getur líka tapað rosalega tíma á henni. Já, það er rétt. Þetta er svona eins og fyrsti sektor á Monza. Já, akkurat. Með fyrsta beygjan hérna, hún snýst svolítið að þora líka, sko. Þegar maður sér ekki hvar kanturinn er, hvar apexið á beygjun er. Fyrir nú erst bara alveg að koma að henni. Já, Jón B. hann er bara ennþá fjólublár. Og kominn, já, bara býsna nálægt Heimi. 30 frá honum núna. En svo er skítull loft og já, hörðudekkin ekki að hjálpa honum hérna í 3. sektor. Erfiðar háhraða beygjur. Hvað Jón B. gerir, nei, hann er ekki slipnum. Það er rétt svona í slipnum. Já, en hann gerir rosalega lítið á þessum bílum. Já, hann er ekki eins öflugur og grúp 3 eða hvað þó grúp 2. Nei. En Binni jók bílið upp í 2 sekundur
hann mjög fljótt, en svo það búið að halda svolítið í stað. Já. Það spurning hvort að Heimir sé bara með það sterkt pace eða hvort að dekkin hjá Binna eitthvað farin að slitna. Það nú ekki mikill munur að þeim. Það kannski spurning hvort að Binni hafi bara átt leiðilegan hring. Það spurning. Eða Heimir og Jón B að hitna, komast í gírinn. Já, Binni var nú með fjólubláan síðasta hring. Já. 55.969, það ekkert slæmt á mediumdækjunum. Sýnist þetta að vera svona mest spennandi baráttan hana annarsæti. Ég bakkar niður listan. Eftir mistökin á hann þá er Guðmundur komin upp í 7. sæti þó. Já. Hann hefur eitthvað aðeins ná vinna sig tilbaka. Það er lott. Sækir hérna á Örn Erling sem heldur betur búinn að eyða dekkjunum á Súbrunni. Það eiginlega bara búið með vinstra handtekið. Hann Örn. Yes. Á 5. hring. Já, Það er rosalegt. Það er einmitt málið með bílana í hérna grúp 4 að sumir eru rosalega slæmir á dekk, aðrir eru svona sæmilegir og svo eru aðrir sem eru mjög góðir. Já, þetta er svakalegt mix af bílum. Sjá, menna Örn er svona hálfgerður faratálmi fyrir Gumma. Já. Ef tímir að skipta á þá. Já, hana. Þetta er nú bara næsti framrúðarstöð sem er. Ég held að Örn tekur svakalega varnarlínu hana en fer vítt. Það er einfaldlega ekkert gripa eftir í þessum medium dekkjum. Nei, hann fer ekki inn. Hann heldur á hann. Nei, það eiga nú einn. Allavega einn hring eftir. Ekki hraðan hring. Nei, hann er nú ekki hraður. Nú sýnist mér Heimir bara vera að draga Binna nær sér. Já, Billy komin í 1,1. Og Jón B þar fast á eftir. Alfan fer svona vel með dekkin. Já. Hún fer nefnilega einstaklega vel með þau. Þetta ætla ég svo sem að velja Ölfuna, en ef það væri einhver annar skemmtilegu bíl sem að væri góður á dekkinu, þá myndi ég velja hann. Ekki uppáhaldsbílinn minn að keyra, ég var alveg hreinskilinn. Já, nú er Billy komið undir sekunduna. Uss, og Binni fyrir vítt hérna út úr. Inn í hana. Missir aðeins. Þessi gripið það spyrir hvort að Heimir nær honum hérna á beinakaflanum. Fyrir eftir hversu vel Binni nær að negla þessa. Já, hann tekur hann nú ágætlega. Já. Það er svo auðvitað að missa bílinn í slæt þarna. Billy minkar. Jón B inn í pit. Það passar, það er 6 ringir. 10 ringir þá á medium. Það er spurning hvort að nær ykkur öndurkötti á Heimir þá. Já. Það er nú bara einhverja sekundu fyrir aftan hann. Það var nú ekki langt fyrir aftan að náða hann einmitt. Nei. Það verður spennandi að fylgjast með því. Sérstaklega að Binni er eitthvað að halda aftur að Heimi þessu ring. Já. Áttu þú heiðurinn á þessu lafasjálflífur í? Nei, þetta er hann Agnar sem að hannar þetta. Já, En þetta er mjög flott. ég get svo sem sagt að ég kannski átti hugmyndina að kassettu hönnuninni. Já, er þetta kasseta? Já, þetta er svona, það var alltaf hana, Pælingin? pælingin. Það er kannski eldri kynslaðin kannski mann eftir þessu. Já, ég man nú alveg eftir kassetu. Taka upp hérna kassettur af geisladiskum og svona. Já. Taka upp lögur útvarpinu og fleira. Hvort þetta sé svona Waff HS kassettu hönnun.
Minni það. Já, ég man það ekki. Binni að ná að halda þessu. Já. Þessu ring. Hann setti í reiskýrin. Herðu, núna verður að skipta Jón B. Hann í... Nei! Þetta gerist sumur og herrar þegar maður sker pit línuna. Það var annarkvort í pit entry eða pit exit. Ég vil nú halda að þetta sé örugglega í pit entry á þessari braut. Það svona frekar trikki pittur. Já. Það bara veggur sem tekur á móti þér ef þú kemur á hratt. Já. Já, þó, ég hef nú ekki fengið penalty hérna beint. Nei, ég hef reyndar ekki lent í því, en ég veit að menn hafa verið að lent í því að fá penalty á leiðin inn. Já. Heimir kemur í pit. Hefum það eftir, Jóvin. Já, það er nákvæmlega. Svenni kemur í pit. Jón B er hérna svolítið fastur fyrir aftan Gretar. Já, Það er klálega ekki að græða þessu. Nei. Svo er Lambo náttúrulega með fínan hraða á beinuköflunum sko. Já. Alfan ekki alveg. En hann tekur inn í línuna. Já, ég held að hann hafi þetta nú á mýkri dekkjum. En Gretar heldur þessu vel. Þetta er rosalega vörð hjá Gretari. Þetta kallar maður að reyna. Já. Og Heimir er hann rétt fyrir framan. Ég hugsa hann hefði náð sig ef hann hefði ekki fengið rafsíkuna. Já, ég held það líka. Þetta var helviti sterkt hjá honum að fara inn hann að hringa undan Heimi. Það reynir utavarinn á hérna. Já, hann lætur þetta stika. Já, já. Splunkun í medium dekk. Hann til slitnum hart. Já. Þá eru 3 sekúndur upp í Heimi. Þetta eru 3 sekúndurnar sem hann tapaði. Þegar hann tapaði meira en 3 sekúndum á hérna penaltíinu. Já, penaltíinu. Já, ég myndi nú að halda að þetta myndi enda í meiru sko, því að Jón B var fastur á bak við Gretar svona lengi. Já. Þannig að hann slapp bara nokkuð vel. Akkurat. Og ekki er einhver sjáanlegur munur á bensíni heldur í hann. Nei. Og nú voru fróðlegt líka að sjá hvar Heimir og Jón B koma út á móti Binna. Þeir ættu að ná fram orðunum, þeir eru komnir á mediumdekkinu, þeir voru ekki svo langt frá aftan á hann. Nei. Svo við erum með baráttu einhvers staðar. Já, Doddi Dekka kemur inn, fer beint af vegginn. Nei. Úff. Er þetta replay eða er það kannski of gróft? Ég er í replay hérna. Okay. Já, Og duss á. Áts. Góða við þetta er allavega, þetta lagast svona sem mestu í pittunum að þegar það var svo lengi í pittunum. Já. Jafna sér svona ágætlega út. Já. Doddi hérna heldur áfram á hörðudekkjunum. Hann er að fara 9 hringi á hörðudekkjunum. Já. Kannski spænir svona mikið upp hérna á mediumdekkjunum þessi Lambo hérna. Já, farin að halda það. En já, þetta eru svona 3 sem er að berjast sigurinn hérna. Jón B, Binni og Heimir. Já. En sýnist þetta að vera á milli Heimis og Binna akkurat núna. Já, Jón þarf aðeins að vinna sig upp. Hann er nú samt komin undir 2 sekúndur. Já. Hann er að vinna á bilinu. Heldur betur, hann er búinn að vinna sekundu hérna á einum hring. Já. Nú fara menn að pitta út af bensínleysi. Við sjáum að hérna, hann Guðmundur ég hugsa að þetta sé síðasti hringurinn í honum. Með bensínstöðuna. Já, skulum kannski bara fylgjast með þeim komin í pit. Það er svona alltaf spennandi að sjá. Fylgjast með hann nafna mínum. Það var að spurning hversu vel menn hafa eftir pit entryið. Já. Já, hann fer bara mjög varlega hérna inn. Já, það getur borgað sig. Nei, Já, harðu. Gummi heldur áfram. Já. Er hann með bensínir í annan hring? Það er góð spurning. Það er heldur betur góð spurning. Já.
Það kemur allavega í ljós. Hann var örlítið betur settur heldur en Gunnar. Já, hann er á mediumdækjunum, já. Bíli komin í sekundu hérna á milli Heimis og Jón B. Já. Jón B hefur orðið brjálaður eftir þessa refsingu sem hann fékk hérna. Svo er náttúrulega Gunnar hérna í 4. sætinu. Þetta er bróður hans, Jón B. Já, alveg rétt. Alveg rétt. Oddfríðarsson einnig. Yes. Brother from the same mother. Brother from the same mother. Jæja, nú er bilið heldur betur að minnka. Já, það er ykkur búinn að kveikja þetta í rassunum á Jón B. Heldur betur. Búinn að finna sinn hraða. Svo erum fylgjast með þessu. Já, Jón B með hraðasta hringina, 55-1. Já. Það er flottur hringur á mediumdækjum. Ég held að bara Binni sem var með hraðar, 55-9 var Binni með. Já. Þannig að þetta er heldur betur hraðara vissulega á léttari bíl. Satt ekki mikið léttari, það er náttúrulega byrjuð með hálfan dag. Já. Nei, örugglega bara ekkert léttari. Það er alveg rétt verið. Þótt að maður segir þetta, það maður ennþá fastur í hérna fyrstu og úrvarsdeilda pælingunum. Já, bara eins og ég með lobby í það og ég ætlaði bara að fara að senda það í 32 hringi. Þetta er semst í fyrst skipti sem ég lýsi á opnudildinni, bara svo hérna, það sé á hreinu. Hann náði þessu. Gummi hefur náð þessu. Já, með 3 lítra eftir á tanknum. Já. Nóg eftir Já. En Binni, hann er alltaf að kreista út 11 hringi hérna á þessu. Já. En hann er nú bara nýbyrjaðar hringin. Ég er ekki viss að náði þessu. Nei, þetta verður tæft. Ja, þetta verður mjög tæft. Og hvað er pittur pluss bensín í tapi? Hefur einhvern tímann reiknað það? Nei, já, ég hugsa að sé kannski kringum 20-22 í þessum reisum. Já, ok. Þannig að það var spurning. Nei, það er nú ábyggilega meira. Já, er það ekki meira pluss bensín? Jó. Það verður spennt að sjá. Nú eru Jón B og Heimir að berjast hérna meiri braut. Meðan Binni er alveg pottitt að fara inn í pitt. Já. Ætli hann hafi gleymt að fara fram hjá Petrinum? Nei, hann er ekki kominn á honum. Já, Binni er á síðasta hring. Já, Binni á síðasta hring. Það er spurning. Annað en sem nú gerst. Jón að sína sig í speglunum með það. Já, hann virðist nú rétt ná þessu. Já. En mér sýnist hann líka að vera að spara. Alveg helling. Sjáum þetta. Fylgjumst með hérna Heimi og Jón B. Eftir að Binni er komin inn í pitt. Sleikir aðeins veginn. Svo líka aðeins bara til hérna lengra aftur. Sveinn er að ná Guðmundi hérna á mikrodekkjum. En við fylgjumst með Jón B og Heimi. Já, þeir koma út langt á undanum. Já. Sýnist mér. Já, þeir eru að koma inn á beinagaflan og hann er ekki byrjaðar að taka bensín. Byrjar að fylla. Ég er hræddur að Binni sé kannski ekki að fara að blanda sér í baráttunum toppsætin eða hvað. Býtu, hann kemur hérna út. Hann kemur hérna út. Ha? Á milli þeirra. Hei. Tók hann nóg bensín? Já, þetta er náttúrulega svo fáir hringir eftir. Það er svo fáir hringir eftir, það er bara 5 hringir eftir. Já, ég reikna ekki með því. Það kemur á milli þeirra. Við erum alveg hérna í rúknum. Við erum náttúrulega vanir að þurfa að bíða bara í 2 mínútur í pittunum eftir að fylla á helum stakinn, sko. Og svo er náttúrulega nýja reglur, það eru 4 lítrar á móti 3 sem var á síðasta tímabili. Það er hérna 9 líka í deildinni. Þetta er betur. Sjáum hérna, Jón B alveg í raskatur að Binna brjálaður. Já, Jón B náttúrulega á mediumdækjunum. Binni á hörðudækjunum. Og Heimir að stinga á meðan Binni heldur honum fyrir aftan sig. Þetta er grimmur framhætti hérna hjá honum Jón B. Það er kannski hérna ef hann neytir sér smá slip að komast þar inn að verðu fyrir eftir hvað Binni verst mikið. Mér sýnist hann alltaf verjast. Já, og þó
gamli liðsfélagar. Já. Þið ekkert að þeir berjist minna. Nei. Já, svo er það náttúrulega annað á þessu tímabili. Það er búin að vera svolítið mannabreytingar á milli liða. Já, heldur betur. Það var enn einn reglan sem að hristi upp í hlutunum. Já. En þá er sem sagt, já, sami sponsor má ekki sponsa fleiri en eitt lið í hverju deild. Þannig að hérna áður var þetta svolítið eins og Red Bull og Racing Bulls. Jón B. að stinga sér hérna á hliðina. Komin inn á utanverðu. Ég sýnist hann hafa þetta. Já. En þetta voru 2 sekúndur sem hann tapar á þessu. Já. Hann var bara komin aftur á sama stað. 3 sekúndar. Og eftir pitstop. Johnny 3 sek. Og Johnny dekkjaböðull líka. Já. Já, vá. Það munur að dekkjunum. Jón fór náttúrulega að hringa inn á undan. Já. Og hann náttúrulega búinn að vera að púsa sjáanlega. Já. Þannig að Binni bara ná að halda sér í drattinu. Og kannski á að möguleika setna meira þegar að dekkin fara að segja til sín. Það er spurning. Það er aðeins að rúla niður listan. Svenni er hérna ennþá fyrir aftan Guðmund. Horra. Já, kíkjum aðeins í listan, gefum hinum smá airtime. Það kemur smá óvart. Svenni er náttúrulega á medium, já þau eru þó nokkuð slítin. Svenni er ennþá á stígupinnum, bara það ekki? Jú, ég held það. Það sér það svona svolítið. Já. Já, það er alveg ljóst. Hann hoppar til hérna rauði punkturinn niðri fyrir miðjum skjá. Gretar og Dotti hérna í hörkuslag. Dotti að leita allra leiða hérna framhjá. Aron kominn upp í 10. eftir. Sýndist hann að klúra eitthvað aðeins hann á hann. Já. Fór út af hann á fyrstu beygju. Það er bara mjög flott. Já, spurning sko. Hilmar í 11. Gummi hefði nú mögulega að blanda sér í toppbarátuna ef hann hefði ekki gert þessi mistök og farið á vegginn. Akkurat. Hann er þá nálægt þeim. Svo er einmitt hann Aron hérna, hann er potential í mikinn hraða sko. Hann er bara nýbúinn að kaupa leikinn, ég held að sé búinn að keyra kannski 2 klukkutíma í heildina. Hann skellti sér bara á Fanatec-síðan og keypti bara allt draslið. Riggið og allt saman. Hann er með nýja Fanatec-riggi. Já, hann að túbu-riggið. Já. Ok, ætla sé ekki bara með þeim fyrstu þá? Jó, ég held að sé engin svo við vitum allavega, búinn að splæsa á það rigg. Þannig að hann hefur verið einn af mörgum sem að ýtti á pay í sumar. Já. Já, hann fekk þetta bara allt saman afhent fyrir kannski 3-4 vikur síðan sko. Já, ok. Keypti DD Plus og allan pakkan. Vel gert, það er þvílíkt commitment. Það er nefnilega commitment sko. Það er hann bara vonandi komið til að vera. Hann sagði það líka bara að það var bara all in eða ekkert sko. Já, all in eða ekkert. Ánægður með hann. Þetta er stundum þannig, hann er að berast við Hilmar fyrir aftan hann. Þeir eru báðir á mediumdekkjum. Já, Hilmar náttúrulega er reyndur og hann var í fyrstu deild var það ekki? Jú. Hilmar. Hilmar og Heimir. Já, Hilmar og Heimir. Heimir átti nú sæti í annarri deildinni, en hann er á sjó. Þannig að hann sá ekki fyrir sér að ná það mörgum keppnum. Sæmi og Örn Erlings hérna, hlið við hliðinu er áskaplan. Já. Sæmi með innvinninguna, sýnst að vera komin fram úr bara fyrir. Örn Erlings ætlar að reyna að stinga sér inn á. Þeir taka báðir mjög þetta línu inn í fyrstu beygju. Já, þetta er bara fallega gert hjá þeim. Heimir hérna, bilið ennþá í 3 sekúndunum. Kannski jafnvel aðeins búið að aukast í það, 3,3. Bilið niður í Binna komið í 3,3 líka, 10 sekúndunir í Gunna. Þetta munir vera erfiðir hringir hjá honum Jóni. Já, það er nú ekki nema 2 hringir eftir, hann er að koma yfir áskaplan. Ég var að sá hann fara hann í gegnum langa vinstri hlikkinn hann á síðasta sektor. Það var ekkert nema ískur. Þurfti að skipta á eitthvað annað bíl, þetta var svo skerandi í eyrun. Maður finnur þeim eftir að þeir eru komin niður fyrir 50%, þeir eru komin í svona 40%, þá fer maður að finna þau renna út úr beygjum og annað. Þá fer maður aðeins að slaka á gíðinni.
En mér sýnist bara helsta barátt að vera hérna milli Arons og Hilmars. Styst þar á milli, manna. Svo er vissulega sekunda hana hjá Svenna á þeim. Þú kannski fylgist með þeim og lætur okkur vita að það er eitthvað krassandi að gerast. Ég skal gera það. Sýnist Svenni nú vera búið með dekkin. Ég efast að það sé eitthvað að fara að breytast í bráð. Hilmar nálægt Aron hérna. Spilur hvað hann gerir fyrir síðustu beina. Jói. Yes. Það eru 40 að horfa á streamið. Ánægður með okkar leið. Já, þetta er geggjað. Þetta er geggjað. En vitið hvað tala segir ekki 40? Það er like-takin, krakkar. Þetta er komið að kíkja í spjallið, það eru menn aktífur í spjallinu í okkur, ég hef ekkert kíkt á það. Þetta er búið að vera svo mikið að gerast. Já, Mosi er hérna með, Ingi er hérna með It goes brother from another mother. Ekki brother from the same mother. Ég ætla ekkert að draga það í efa. Já, mér sýnist þetta að vera svona eina baráttan á braut hérna á milli Hilmars og Arons. Skiptum svo yfir á toppmennina. Þeir koma yfir áskapla að sjálfsögðu. Hilmar hérna missir á skiptingu. Þetta er búið að vera flottur akstur hjá nýjumörnunum í kvöld. Já, heldur betur. Það er óvægt að segja það. Fullt lobby. Það þarf bara að fara að stofna nýja deild, held ég. Það stefnir allt í það. Heldur betur. Sjáum hvað Hilmar er nú að dragast mjög nálægt honum hérna. Já. Greinilega með síðasta sektorinn alveg að hreinu. Hvað gerir þá Hilmar núna? Þetta er svona... Þetta er borðið hjá Hilmari. Þetta er besti möguleikinn hérna inn í fyrstu beygju. Taka fram úr. Hann á ekki nógu gott exit sýnist mér. Þó var hann sem er draftið. Nei. Þú verður að græða tíma í exitinu hana. Já, og missir á skiptingu. Missir aftur á skiptingu. Það er spurning hvort þú standi eitthvað á sér hana hjá honum. Þetta er búið að gerast nokkuð. Svo er þetta spennan. Hún fer oft með menn. Já. Nei, Aron víður. Nei, og fer í Hilmar. Þetta er replay á eftir. Já. Já, þó. Þeir eru að hérna keyra gegnum síðustu beygjunar. Toppmennirnir. Fylgist þetta með Heimi, taka síðustu beygjuna. Já, allir í topp 3 hefur getað unnið þetta. Já. Myndi ég segja. En það er Heimi sem tekur fyrsta sigurinn. Í opindeildinni, Jón B. kemur hérna við markið í öðru seti. Og Binni þar á eftir. Skerir sér svolítið úr hópnum, er hérna yfir 10 sekúndum undan næsta manni. Já. Honum Gunnari. Skellum við í replay. Ég þarf að finna hann. Hérna. Aron fer svolítið vítt hérna, missir hann aðeins inn á og fer í Heimi, nei Hilmar. Þeir eru ennþá að berjast á brautinni. Það sjá, hvað gerir Hilmar hérna? Sýnir sig að innanverðu. Það er bara ein beygja eftir. Tekur þetta inn í línuna. En Aron er búinn að loka. Hann er búinn að loka fyrir þessu. Kemur Hilmar nógu hratt út? Nei, þetta er ekki nóg. Nei, þetta er ekki nóg. Það hefði mögulega náð hann inn í fyrstu beygju þarna ef það væri fleiri hringir. En hringirnir eru til miður ekki fleiri. Aron 9., Hilmar 10., Sæmi kemur hérna í 11. sæti. Fallega appelsíngulu Supru. Hver
Grétar í 12. Örn Erlings kominn í mark. Já. Hann hefur verið hringaður af fremstu mönnum. Það fór hún til hliðar þegar efstu menn voru að klára síðasta hringinn. Já. Og Ólafur í 13. Og á strikinu. Svo þetta ekki honum. Já. Þar höfum við það. Þar höfum við það. Heimir sigurveri, Jón B. í öðru og Binni í 3. Yes. Já, sé hérna að Sæmi hefur fengið mínútu refsingu, þannig að því að hann hefur ekki notað hörðudekkin í keppninni. Já. En förum í gegnum listan. Þá erum við með Heimir í 1. sæti. Jón B. í öðru með hraðasta hring, 55.1 og Binni í 3. Þetta var nú Axel. Það var eitthvað í gangi allan tíman. Allan tíman. En það var bara þannig. Klukkan orðin 10, við þurfum að fara að rigga upp nýju lobby og nýju streymi. Kannski að koma inn á það hérna með nýju strákana, Gunnar og Guðmund hérna. Já. Dekka, 4., 5. og 7. Já, mjög flottur árangur. Já, Aron í 9. og Ólafur og Sæmi hérna í 12. og 13. Gunnar sérstaklega flottur í sinni fyrstu keppni. Já, 4. sæti, það er alls ekki slæmt og ekki heldur 1. sæti. Nei. Og ekki 7. heldur. Það verður ekki tekið frá þeim. Nei, en það er vissulega réttið þar. Við þurfum að rjúka og setja upp aðra deildina sem er að byrja bara eftir korter. Heldur betur. Yes. Þannig að við sjáumst bara á vörmu spori. Gefum okkur nokkra mínútur og sjáumst til mig. Yes, takk fyrir.